Jóhanna Hildur Hauksdóttir heiti ég og er náms- og starfsráðgjafi, einn með meistarapróf í stjórnun og forystu og starfa hjá Vinnumálastofnun. Ég var í starfshóp sem liðsinti og þjónustaði ungt fólk í úrræði sem var kallað atvinnutorg í kjölfar efnahagshrunsins. Einlægur áhugi minn og vilji til að ungu fólki vegni vel sem og 10 ára reynsla í starfi með ungu fólki var til þess að mig langaði að rannsaka afdrif hópsins sem fékk þjónustu á atvinnutorgi. Mikið var lagt upp úr því að bjóða upp á faglega þjónustu með einstaklingsmiðari nálgun. Atvinnutorgi var ætlað að vera styðjandi vettvangur sem bauð upp á mikla virkni og þverfaglega sérfræði þekkingu, meðal annars náms- og starfsráðgjafa. Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að fá innsýn í upplifun og reynslu ungmenna sem hvorki verið í námi né vinnu í kjölfar hrunsins árið 2008. Ungmennin voru á viðkvæmu mótunartímabili og því brýnt að skoða reynslu þeirra þar sem vanvirkni getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér til framtíðar. Einnig var því markmið að skoða afdrif þessa hóps með tilliti til örmyndunar eða scarring effekt. Hvort óvirkni hafi mótandi áhrif til lengri tíma og hvort það hafi haft áhrif á þróun náms- og starfsfélur þeirra og framtíðarsýn. Markmiðin endurspegla rannsóknarspurningarnar. Ritgerðin er staðsett innan náms- og starfsráðgjafa fræða, vinnumarkaðsfræða og fræða sem skoða sálfélagsleg áhrif þess að vera utan vinnumarkaðar fyrir ungmenni. Rannsóknin byggist á lífsögulegri aðferð sem er heppileg nálgun til að veita fámennum og valdalitlum hópum rödd sem annars fengju ekki að heyrast. Staða þeirra verið sýnilegri og jafnframt getur þáttaka þeirra haft sjálfseflandi áhrif. Notast var við opinskáa nálgun, viðtölum voru opin og hálfstöðluð með takmörkuðum viðtalsramma til þess að hindra ekki frjálsa tjáningu. Viðmældur rannsóknar voru 2 karlmenn og 2 konur. Tekin voru 2 viðtöl við alla viðmælendur og því byggist gagnasöfnun þessar rannsóknar á 8 djúpviðtölum. Mikið var lagt upp úr að vinna í anda siðferðilegra sjónarmiða þar sem viðmælendur höfðu skilgreinda viðkvæma stöðu á árum áður og á þeim tíma sem horft var til í rannsókninni. Veruleiki viðmælandana 4 endurspeglaði flókin bakgrunn og erfiða æsku. Sálfélagslegir erfiðleikar koma fram í kjölfar ofbeldis, eineltis, kynferðisbrota, heimilisofbeldis, tengslaleysis og annarra áfalla. Félagslegar aðstæður hafa áhrif á alla skólagöngu og vinnusögu þar á eftir. Því má ætla að flókin ævi og áföll í æsku hafi meira það að segja hvernig þeim farnast á náms- og starfsferli heldur en áhrif efnahagshrunsins. Ekki er hægt að fullyrða út frá rannsókninni örmyndunar áhrif eða scarring effekt en orð viðmælanda bera þó með sér að einhverja áhrifa gæti. Þó í samspili við fleiri þætti samanber það að fordómar, andleg líðan og áföll birtast sem ráðandi þættir. Því má ætla í ljósi þess hve erfiðlega þau hafa átt með að festa rætur í námi og á vinnumarkaði að það hafi sterk tengsl við aðstæður í bernsku umfram örmyndun. Viðmælendur fengu öll tækifæri á atvinnutorgi á tímabundinni ráðningu með veru sinni þar og nýttu tækifæri sín þar með besta móti. Þeim farnaðist vel, nýttu tækifæri til uppbyggingar og eru enn að nýta þann lærdóm og þann styrkleika sem þau sóttu í þá reynslu. Þau eru enn að finna starfsfélög sem samræmist áhuga og gildum og eru mislangt komin í þeirri hugsun og þróun. Atvinnusaga þeirra endurspeglar velgengni en talsverðar hindranir í meiri hluta tilvika. Sameiginlegir þræðir eru sterkir í orðum viðmælanda. Tímabil atvinnuleysis hafði neikvæð áhrif á viðmælendur og sjálfsmynd þeirra. Þau eiga brotna skólagöngu að baki en með stuðningi fjölskyldu, sérfræðinga og vegna íhlutunar vinnumarkaðsúrræða öðluðust þau aukna trú á eigingetu
og sterkari vinnutengda sjálfsmynd. Því má gefa sér að tímabundi starf hafi dregið úr áhrifum atvinnuleysis hjá þeim öllum. Meiri hluti viðmælanda enn að mennta sig og hafa þau skýra framtíðarsýn en eru enn að ryðja hindrunum úr vegi. Þau eiga sér drauma og í tilviki helmings viðmælanda eru þeir draumar nú að raungerast í skólagöngu. Þau feta slóð menntunar hægt en örugglega og ná markmiðum sínum. Saga þeirra endurspeglar einstaka seiglu og þau gefast aldrei upp. Þau þekkja áhuga sinn en hafa fengið mismunandi tækifæri til að elta hann. Þannig hafa möguleika þeirra verið takmarkaðir en það sem þau hafa náð að ávinna sér hafa þau orðið að hafa mikið fyrir sjálf. Góð námsleg geta endurspeglar reynslu meirihlutans en félagslegar hindranir eru margar. Meirihluta viðmælanda hefur orðið að huga vel að heilsu og úrvinnslu áfalla sem hefur tekið drjúgan tíma í lífi þeirra og eftir því sem sú vinna nær lengra og gengur betur skapast meira rými fyrir skipulag til framtíðar. Lesa má úr lífssögum þeirra að sú aðstoð sem var í boði hafi reynst þeim vel og sú virkni sem stóð til boða hafi orðið þeim til góðs. Hér innsýn í orð viðmælanda. Ég fór einu sinni í skólan með eyrað hangandi á mér, fór því hjúkunar þar sem allt var þaggað niður. Ég veit ekki af hverju. Ég átti bara að læra og ef ég fekk 6 í stærðfræði þá var það endirinn á heiminum og svo barnsmíðar. Ég kemst yfir svo mikið efni með þessari námstækni, það eiginlega ástæðan fyrir því að ég er svona góður í stærðfræði. Þetta var ekki góður tími, ég er búin að lenda í öðru svona tímabili síðan. Ég er með 2 stór atvinnuleysisgöt í mínu lífi. Maður var að díla við helling í persónulega lífinu þegar ég var þarna, en það var samt gott að hafa einhvern fastan punkt. Maður var ekki bara heima og það var eins og allir væru að gleyma manni. Öll þessi áföll sem ég hef lent í, öll þessi áföll. Og svo byrjar hún að telja upp misnotkun, nauðgun, einelti, drykkju, föðursins og fleira. Ég var hætt að mæta í skóla og hætt að gera nokkuð skapaðan hlut og bara orðin ótrúlega þunglind, komin með sjálfsvíks, hugsanir, allt sem skeði, allt eineltið og allt sem maður var vitni að. Lærdómarnir voru margir og erfitt að koma öllum að en til að nefna nokkra. Það er ekki hægt að færa í orð með einföldum hætti við hve erfiðar aðstæður viðmælendur ólust upp við. Sem kennir fagfólki að það veit aldrei hvaðan fólk er að koma og hvaða reynsla hefur mótað það nema það gefur sér tíma til að byggja upp traust og hlusta. Ef hort er til þess hvað sögur hafa hæðst í gögnunum, þá er þarna saga einstaklings sem hrökklaðist úr bæjarfélagi sínu í kjölfar ofbeldis, eineltis, misnotkunar og útskúfunar allrar fjölskyldunar. Þarna er saga einstaklings sem bjó við sýnilegt og ábyrrandi ofbeldi stjúpföður en skólakerfi greip aldrei inn í. Þarna er saga einstaklings sem missir foreldri úr lífsógnandi sjúkdóm og í sorginni eykst tengslaleysi innan fjölskyldunar og bjargráð barnsins minnkuðu tilfinnilega. Þarna er saga einstaklings sem býr við takmarkað minni úr bernsku vegna áfalla og eineltis. Viðmældur voru sammála því að skólakerfið hafi brugðist sér. Upp úr stendur að tengslaleysi er sterkt þema í sögum allra sem minnir á verndandi þátt fjölskyldunar og skólakerfisins. Viðmælendur áttu flókna lífssögu en hrunið setti þau í þrengri stöðu vegna þess að færri tækifæri voru á vinnumarkaði. Þessir 4 einstaklingar eiga baki einstaka sögur og verulegar áskoranir sem þau hafa mætt en þau gefast aldrei upp og eru enn að elta drauma sína. Takk kærlega fyrir mig og fyrir áhugasama rannsóknin opin á Skemmunni.